Björt Ólafsdóttir. Virðulegi forseti, það eru engar getgátur heldur köld staðreynd að ungt fólk sem hópur hefur það verra en aðrar kynslóðir sem þetta land byggja. Tekjur ungs fólks hafa dregist saman samanborið við eldri kynslóðir og unga fólkið hefur ekki notið sömu kaupmáttaraukningar og þeir eldri. Ungt fólk hefur dregist aftur úr í kjörum á sama tíma og þjóðarbúið stendur vel. Þetta hef ég rætt margoft í þessum sal, nú síðast í gær við hæstv. Félagsmálaráðherra í tengslum við fæðingartíðni og fæðingarorlof. Áður hef ég rætt við hæstv. Fjármálaráðherra þessi mál sem og aðra þingmenn auðvitað. Sum þessara samtala hafa verið ágæt en það þó þannig að það veldur mér áhyggjum að jafnvel þingmenn tala barlóm í þessum efnum eða væl, svo ég þýði fyrir yngri kynslóðir, og vísa ég þar til dæmis í svör hv. þingmanns Sigríðar Andersen í sjónvarpssal Hringbrautar þar sem við stöllur vorum staddar fyrir skömmu. En tölurnar ljúga ekki eða kveinka sér, þær bara sýna þetta svart á hvítu. Evrópska lífskjararannsóknin leiddi það fram að ráðstöfunartekjur 25 til 29 ára Íslendinga voru minni árið 2014 en 10 árum áður. En hjá öðrum hópum jukust tekjurnar hins vegar. Greiningardeild Arion banka sýndi nýverið fram á að fólk undir 30 hefur setið eftir í kaupmáttaraukningu undanfarna áratuga og þeir sem eru undir 20 hafa minna á milli handanna í dag en árið 1990. Ari Skúlason, hagfræðingur hjá Landsbankanum, sagði aðspurður í fréttum Stöðvar 2, með leyfi forseta: Ef maður skoðar tölurnar þá það þannig að fólk undir 30 hefur fengið miklu minni tekjuauka heldur en aðrir og sumir jafnvel bara lækkað í tekjum á síðustu 25 árum. Það slæmt ef að einstaka kynslóðir hafa það miklu verra en kynslóðirnar undan. Tilvitnun lýkur. Virðulegi forseti, eins og ég segi þá hef ég áður talað þessa stöðu hérna en ég tel tilefni til þess að gera það aftur og aftur eins lengi og til þarf til þess að þessar umræður ná eyrum fólks. Það skiptir máli að ungt fólk fái notið afrakstur vinnu sinnar og elju eins og aðrir. Það skiptir máli fyrir samfélagið allt að þetta fólk sem að mennta sig, sem að stofna fjölskyldur, sem að koma þaki yfir höfuðið á sér og sínum, það skiptir máli fyrir samfélagið allt að þessu ungu fólki þverri ekki krafturinn. Hagvöxtur Íslands byggist á þessu, virðulegur forseti. Þjóðin að eldast og það ungt fólk sem við treystum á að beri hér skattbyrðarnar á komandi áratugum og til þess að þessi tannhjól snúist öll, það má ekki bara sleppa því að smyrja eitt hjólið. Að mínu mati hefur sitjandi ríkisstjórn gert einmitt þetta. Hún hefur forgangsraðað í annað en ungt fólk. 80 milljarðar úr ríkissjóði í skuldaniðurfellingu á húsnæðislánum voru ekki fyrir ungt fólk. En skuldir ríkissjóðs sem ekki voru borgaðar á meðan sem þessu nemur, þær eru geymdar fyrir komandi kynslóðir. Það var ekkert verið að gæta jafnræðis í þessum efnum með því dæmis að fella niður hluta af verðtryggðum námslánum. Það hefði stutt við ungt fólk en ríkisstjórnin forgangsraðaði ekki þannig. Ungar barnafjölskyldur eru á hættulegum stað. Fæðingarorlof þannig að fólk getur ekki nýtt sér það. Feður eru að hætta að taka það vegna þess að fjölskyldurnar geta þá ekki staðist ýmsar fjárskuldbindingar á meðan. Stuðningur við jafnrétti kynjanna því líka tómt tal hjá þessari ríkisstjórn. Það ekki í forgangi. Því við vitum að til þess að konur og karlar geti raunverulega orðið jafn verðmætir starfskraftar í augum atvinnurekanda þurfa aðstæður að vera þannig í samfélaginu að kynin geta tekið jafnan þátt í uppeldi barna og heimilislífs. Á meðan þetta ekki, munum við horfa upp á áframhaldandi launamun kynjanna. Skuldabyrði ungra barnafjölskylda líka mikið áhyggjuefni. Sá hópur sem var fyrir hvað mestum áhrifum kreppunnar eru ungar barnafjölskyldur á aldrinum 25 til 40 ára. Þetta sýna niðurstöður rannsóknar Ragnheiðar Láru Guðrúnardóttur sem hún gerði í mastersritgerð. Þessi ríkisstjórn hefur ekki forgangsraðað fyrir barnafjölskyldur. Hvar almennilegt dagvistunarkerfi handa þessu fólki? Ég skal segja hæstv. Fjármálaráðherra það á Norðurlöndunum. Þar eru leikskólar ókeypis. Þar getur fólk samþætt vinnu og fjölskylduleif og þangað ungt fólk að fara. En hér heima fækkar fæðingum. Fólk hefur ekki efni á því að eignast börn
Og það, virðulegi forseti, á að vera áhyggjuefni fyrir hæstv. Fjármálaráðherra. Ég tek þessa umræðu við hann út af því að það er hann sem heldur pyngjuna og þrátt fyrir mikið tal að jú, við viljum nú hækka fæðingarorlofið, við viljum nú gera hitt og þetta, þá er ekkert gert út af því að fólk segir hér í þessum sal að fjármuni vantar. Hæstv. fjármálaráðherra hefur forgangsraðað í skuldaniðurfellingu, hann hefur forgangsraðað í landbúnaðarkerfi, þar eru til fjármunir. Af hverju forgangsraðar hæstv. ráðherra ekki til ungs fólks?